Svo erum við hérna með tvær bækur af þeirri tegund sem nefnast líklega Reyfarar. Ein hnausþykk frá Stefáni Mána, Húsið, og þetta er, glæpasaga en hrollvekja líka. Já, þetta er ekki spennutrillir? Spennutrillir. Já. Þetta segir sem sagt sögu Theodors nokkur og svona dálítið aftur í tímann, sem er svona, má eiginlega segja hann sé hálfgerður óhappamaður. Og svo er það lögregluhetjan, Hörður, sem er svona, hann er svona norræn lögregluhetja með dálítið svona margfaldri kallmennsku, myndi ég segja. Hann er við erum að tala um alvöru mann. 2 metrar á hæð, rautt sítt hár, græn augu, síðum leðurfrakka á mótuhjólastígvél og með alvarlegt drykkjuvandamál. Mikið testastur. Já, mikið testastur. Ég hafði mjög gaman að því og hann fer þá leið í þessari bók að og gerir það kannski víðar. Hann lýsir mönnum mjög nákvæmlega, hann lýsir hvernig þeir eru klæddir og lýsir hvernig lyktir að þeim. Og svo lýsir hann húsnæði, húsakynnum alveg herbyggi fyrir herbyggi. Hann lýsir stöðum í Reykjavík sem maður hefur komið á nákvæmlega. Og ég féll bara fyrir þessu, sá þetta fyrir mér og mér fannst til dæmis þessi Theodor að ég svona smátt og smátt skynjaði hvaða karakter hann var að lýsa. Það er svona sökk inn. En þetta er hryllilegir atburðir sem hann er að lýsa. Já, það má eiginlega ekki segja of mikið um söguþráðinn. En ég er mjög ánægð Siggi skuli rósa þessu að því að við megum ekki vera það snobbuð að við getum ekki rósað bók eins og þessari sem er svona vel gerð. Hann er þarna, mér finnst mjög áhugavert hvernig hann tekur þetta fyrir bara ílskuna. Stephen King hefur leikið sér að þessu dálítið í sínum bókum með ílskuna sem er bara svona massi og sjálfstætt afl og tekur sér bólstað í börnum, dýrum eða jafnvel bíl. Og þarna er söguhetja sem, hún er bara ill. Þetta er bara illur. Og það er ekki leikur að lýsa illmenni þannig að það verði trúverðugt. Af því hann er eiginlega bara illur, hann er fullkomlega siðblindinn og hann er illur maður. En þetta verður rosalega magnað illmenni. Og þetta verður spennandi í honum. Já, þetta var það spennandi að ég gerði það sem má ekki gera. Ég kíkti aftast. En þá sá ég bara eina setningu, hún sagði mér ekki mikið, þannig að ég flóta bara aftur á sama stað. Og ég segi bara við lesendur, ekki kíkja aftast. En hann er náttúrulega fylgir þessari svolítið amerísku tradísjón því lítið hvað hann skrifar langa bók. Það eru margir óbúslega langir þessir Stephen King, það voru engar smábækur. Heyrðu, og ég er alltaf vælandi fyrir að bækur séu of langar, ekki þessi. Nei, svo má líka alveg taka Mankell, hann skrifar Saga Hnullunga. En ég hef einmitt séð, það eru einhverju að tala um að það mætti skera niður. Mér finnst það bara þegar maður er í þetta skemmtilegri bók, þá bara gaman að eiga dálítið eftir. Þetta er bara bók sem rígheldur. Hún gerir það. Og maður verður skelfingu lostinn.